Komið sæl og hjartalega velkomin í hlaðfréttir. Gaman að sjá þig. Sumleiðis. Þú varst ekki með í sensta þetta, heldur Pétur. Já, og gekk það ekki bara vel? Bara rosa fínt, sko. Já. Rosa fínt. Kannski ég var bara hlusturinn meiri. Podcastið var í fyrsta sæti í smá tíma, sko. Æja. Leðilt fyrir. En Túle, talandi Túle. Það er komin, hvað segir við, nýr Túle eða? Þetta er sami Túle. Þetta er sami gamli góða Túlein. Já. Túle alltaf léttur. Nú er Túle orðin léttur. Já, tími til komin. 4,4% og við viljum bara smakka hérna. Þetta er 29 kaloríur per 100 millilitrar. Vá. Túle mennilegur var góður. Þessi betri. Þetta er bara sama bræði nema bara, já þetta er betra. Ég hveti ykkur til þess að taka eitt svona kassa af Túle með í útileguna í sumar. 29 kaloríur í svona dós. En hann er að koma hérna vinnur okkar Björn Skúlason. Forseta herra, forseta kall, forseta frú. vinur, forseta frú, já. Akkur má ekki hafa bara fasta frú. Því hann er kall. Já, ég veit það, Frú en er ráðherrar eru ekki ráðfrýr, skilur við? Góð pæling. Því var ekkert breytt. Þegar einhver kona var ráðherra, þá var því ekkert breytt. Ráð frú. Já. Er herra bara notaði við kallmenni eða? Í lífinu? Já. Já, já. Ég veit ekki, já, rétt. Okkur heita það ekki ráð frýr. En þegar þú hugsar ráðherra, ertu eitthvað vákvæmt eitt kallkins? Þetta er bara Inga Sælandi ráðherra. En okkur finnst mér það bara flottu titt. Ráð herra. Mér finnst það ekkert eitthvað svona kallkinslegur. Nei, en samt góð pæling, sko. En okkur finnst mér þá skrítið að kalla hann hérna forseta frú. En það ekki líka það bara flottu titill, eða? Jú, þú veist, jú, en samt finnst þetta skrítið að þú ert ekki vanið því. Já, kannski þetta bara vanið. Kannski fannst fyrstu kvenkins ráðherranum skrítið að vera ráðherra. Það var svona, Vá, þetta er rugglega. Og svo bara allt í einhvern köllum sem, við erum ekki það að breyta þessu. Þetta er rugglega mikið. Breyta þetta í þessu. Herru, en hann er kominn, gjör svo vel. Það er stór gestur. Það er Björn, velkominn. Takk fyrir. Bjössi, við getum höllum Bjössi. Já, ég ætla, já. Eða Just Björn, hann ætlar að búið að festa svolítið við þig. Það er orðið svolítið stórt. Já, þú varst, Jón Jónsson leikið í sköpinu. Var það ekki, það er heiður? Já, That's það an honor. var mikill heiður. Já. Og krakkarnir náttúrulega heima mistu sig yfir því að Jón var að leika mig. Já. Fékk mjög sterkan og svo var ég að taka viðtal við hann daginn í podcasti einmitt og ég lofaði því að ég myndi gera eitthvað skelfilegt þannig að ég yrði aftur í áramótasköpunni. Þannig að hann geti leikið mig aftur, sko. Já, þetta er svona fast hlutur hjá Jóni. Já, hann var rosa ánægður, en svo sagði mér, hann hefði bara imprófað staðinum að hann átti ekki að vera eitthvað að teygja á eða eitthvað svona, hann bara, hann fóð svolítið inn í karakterinn að ég var svona íþróttagaur. Já. Hann fóð bara eitthvað að teygja. Það er mjög gott. En þú ert íþróttagaur, þú hreyfið þig mikið. Já. Hvað ert að hreyfa þig? Hvað ert að gera? Bara, þú veist, við hittumst fyrst í CrossFit ekkert fyrir ykkur. Já, það var einmitt í Kópavoginum. Já, sporthúsinu. Já, þar hitti ég hann fyrst. Já, varstu í CrossFit þar? Já, og ég er svona að reyna að hreyfa mig. Ég bara, en ef ég kemst ekki þá fyrir ég að hlaupa. Æðislegur hringur þarna á nesinu og þannig að ég hleyp svona 8-10 kannski eitthvað svo leiðis. Á dag? Nei, 4-5 sinni viku eitthvað svo leiðis. Já, nei, ég meina, þú veist, kannski 8 til 10 á dag. Já. Og ef ég kemst ekki í CrossFit og þá, en ég bara finn þetta, ég þarf á þessu að halda. Já, er öryggisgæsla sem eldir þig þú ert út að hlaupa? Er það þannig, já? Nei, alls ekki. Nei, ég sá mann Guðinn að forseta að hlaupa. Hann er líka forseti. Já, ég veit það, en ég hugsaði, er einhver að elda eða er hann bara hér eitthvað að hlaupa og snáðast eða? Nei, það hefur aldrei verið. Nei. Öryggisgæslan þanniglega er bílstjórinn en ég held að við erum bara þakklátt fyrir að Ísland er svona friðsælt land og að því að þegar við förum erlendis þá eru oft með kannski 10-15 Bandaríkjunum kannski 20 manns bara í kringum okkur, sko. Þetta er mjög súralist og skrítið. En það er vantilega svona myndavílar á Bessastöðum þannig að ef einhver myndir lappa bara hánótt á pípir eitthvað. Það eru lögregla á staðinum, sko. Já. Þannig að það er svona lögreglustöð vakt. Já. Þannig að við erum alltaf í góðum höndum, sko. En þetta er, eins og ég segi, ég þarf að svolítið að hreyfa mig og hef mjög gaman að þessu og þetta var fyrir einhver mánuð síðan, kannski 2019, 20 eitthvað svolítið. Já, ég byrjaði í CrossFit, þá byrjaði ég þar
svo hætti ég, byrjaði svo aftur annar staðar og svo hætti ég og er núna hættur þannig að ég veit ekki alveg hver staðan er á mig núna. Hann er svona jójó, hann svona byrjar og hættir einmitt sko. Ég var einmitt að hafa ágjörð núna bara í morgun hérna í bollanum að þið íti báðum höndum hérna, ég meiði mig hér. Það segir mig, það er ekki eðlilegt. Nei, þetta er aldurstengt. Er það? Já. Er allt farið að kalkast upp? Nei, ég meina þú veist, nema þú sérst að gera eitthvað. Ég var svona ekki neitt. 30 sko, nú er ég 50 og verða 53 og ég er bara, mér líður eins og ég sé Alltaf 35 aftur sko. Er það? Já. En þar maður sko, þetta snýst náttúrulega consistency, aldrei að hætta sko. Ég meina Mér finnst það svo erfitt sko. Af því ég tek svona á sumrin eitthvað svona nú slaka þess að og borða óholt og eitthvað svona leifi mér og... Já, og ég ger það alveg líka en bara, ég finn það bara líka minn hann öskrar á þetta sko. Já, varst þið íþrótt það sem barnið? Ég var í fótbolta. Já, fótbolta. Í öllu bara, ég var í fótbolta, körfu, handbolta, golfi ef það var eitthvað boltið þá var ég á eftir því sko. Ólst upp í Grindavík og það var bara íþrótti voru allt. Þannig að En þá varstu með þetta svona einhvern veginn genatíst held ég, þú veist, ef þú myndir borða hamborgara í öll mál, þú verður ekkert þykkur að því sko. Nei. Þú ert bara með þetta einhvern veginn. Já. Þessu fimmleika fólkið, verður ekki feitt. Nei, það er ekki alveg rétt. Þetta er rosalega... Er þetta ekki mýta? Jú, en líka eftir að maður eldist, að þá er sko, þetta bara fer á sko leið en tekur lengri tíma að hérna fara af. En þetta, maður á ekki að vera að hugsa um þetta, maður á bara að hugsa um að vera glaður og ánæður og eða ánæður eða glöð að borða hamborgara okkur um degi að þá bara let's your choice sko, það er val. Já, það er endur alveg rétt. En það snýst þetta ekki meira líka mataræðið sko. Ég finn þegar ég hreyfi mér rosa mikið en er samt svona að leyfa mér svolítið mikið líka í mataræðinu, þá gerist eiginlega ekki neitt sko. Já, þetta er bara, ég myndi segja þetta var svona 75-80% maturinn, Já, eldhúsið, bara hvað þú setur í þig, hvenær þú borðar. Ég reyna alltaf að, þetta er náttúrulega fer út í eitthvað svona rosalega fanatík en ég borða aldrei, reyna ekki að borða eftir 8 á kvöldin og borða aldrei fyrir svona 1-2 á daginn þannig að svona glugg og þetta er svona intermittent fasting sem að hefur bara hendað mér vel og þá er ég ekkert að borða sko, reyna ekkert að vera að borða kannski maul á kvöldin að vera dæli sig ykkur selgæti og poppi og sko. En er ekki erfitt í þinni stöðu? Er þetta ekki alltaf einhverju matabóðum og eitthvað sem er einhverjum koktelar og einhverjum kræsingar og fáður þetta og fáður hitt og... Jú, en svo er þetta líka bara þannig að nema þetta sé bara þú sest niður og það er verið að borða að þá við náum ekkert mikið að ef það eru svona snittur eða eitthvað svo fólk er alltaf að koma og tala við okkur og þú getur ekkert verið að tróða í því á meðan fólk er að tala við þig sko. Nei, það er þetta rétt. En hefur þetta maður farið í matabóð til einhvers kongs eða eitthvað og fengið bara ógeðslega vondan mat? Nei, bara frábæran. En skrítin mat, eitthvað svona, þetta er skrítið og það er svona að vera kurteis og svona þetta er gott. Ef við ætlum að fá okkur hamborgara þá verðið að fá okkur Two Guys. Guð minn almáttugur hvað er góður hamborgarar. Minn upp á þessi 2-pack, hann er svolítið spicy en ekki of spicy. Ég er búin að sko diggur aðdáandi Two Guys, hann er mist huge að þessi á komin í bótið til okkar. Já, bara þakklæti. Ég elska Two Guys, þetta eru langbestu hamborgarar, ég er að segja þetta bara innlifun, langbestu hamborgarar á Íslandi. Og erum við búið Atlansolíu og ég ætla að minna ykkur líka á þeir sem er að fara í ferðalög, bara skrá ykkar sparistöð hvar sem er. Bara núna ætlum við að fara eitthvað á Suðurlandi, þá ætlum ég að skrá sparistöð þar. Túle, alltaf léttur. Ormsson, já, Ormsson eru snillingar, sérstaklega kemur á þvottavél og þurrkurum. Ég var að fá þvottavél og þurrkara frá Ormsson og guðminn guður, hvað er næs. Já, ég er að vinna með Samsung sjónvarpi því það er ekkert betur en að horfa á HM í Samsung sjónvarpi. Heimkaup.is, ef þú vilt fá túleiðin sendan beint heim þín og gerir það sjálfsögðu með heimkaup.is, ískalt, þú getur líka náði vörurnar í mjóttina. En eftir inni þér bara... Já, sko, kannski svona, það er svona öðri sem matarmenning í Japan. Þar var svona meira um svona fiskmeti sem þú þekkir ekki en ég bara, ég ólst upp í Grindavík og við vorum að drekka ógeðstrykki í einhverjum leikjum sko, ég vanur öllu sko. Hefurðu borðað marhnút? Nei. Ég vil hugsa hvort að marhnútur sé ætur eða ekki, hann lítur ekki út fyrir að vera sérstaklega góður. Það er alveg lítið kjöt á honum marhnútnum sko. Þú þurft að skafa vel á honum en hvaða fiskur var þetta í Japan sem þú varst að borða sem var skrítinn? Ég veit það ekki alveg. Var þetta uppblásnið hann? Þetta er eitthvað svona blowfish ég veit ekki nákvæmlega, þetta voru svona en alls ekkert vont, þetta var bara svolítið skrítið og hérna en
maturinn í þessum ferðum og þetta náttúrulega bara þetta á heimsmælikvarða sko. Það verið að fá alveg ótrúlega kokkar sem að búa til og stjana við þig og við erum þvílíkt forréttinda fólk og heppin og þakklátt þetta er ótrúlegt sko. Já, það er mikið að ferðalögum að þú sagði Japan þegar það farið þangað svo voru einhver Norðurlanda túrum daginn eða ekki? Þetta er alltaf byrjað á þessar opinberu heimsóknir byrja alltaf á Danmörku fyrst þannig að það er alltaf tekin Skandinavíu áður en aðrar heimsóknir eru samþyktar þannig að Danmörk, svo fórum við næsta eftir því til Noregs, svo Svíþjóðar og svo Finnlands við vorum að koma frá Færeyjum núna fyrir væntalega fljótlega til Grænlands en Japan var bara þá var verið að opna heimsýninguna í Japan í fyrra 2025 og þá fórum við og það var svona kannski ekki alveg það sem að kalla opinber heimsókn svo fór allir til Kína og fór að hitta kóngin í London og þannig að Kalla? Já, og svo fórum til og hitti páfan og ég fór ekki með til páfans hún er búin að blessa Höllu en ekki mig En hittur þú Kalla semst? Nei, ég var ekki með Varst ekki með það? Nei. Ég heyrti að hann sé nefnilega næs Kalli? Hann er góður í þessu, bara lengi í þessu Þetta var vist alveg frábær heimsókn og ofsalega áhugaverður og flottur Já, en er ekki erfitt að vera alltaf í svona stellingu nú maður einhvern veginn í einhver höll og maður þarf að heilsa einhverjum og vera svona til friðs og passa að segja ekkert asnalegt og eitthvað svona Fyrsta ferðin var svona skrýtnust af því að það var engin það kom ekkert svona handbók sem sagði þér og þú ættir að gera þetta eða Nei og þú veist, protokólfólki það kom með einhverja vísbendingar ekki neyja þarna eða eitthvað og svo messa maður þessu öllu og stendur ekki það sem maður á að standa og neyja sér vitlaust og eitthvað og það er í rauninni bara meira protokólfólki sem er að velta sér upp úr því í kóngafólki er ekki þeim er alveg sama þau er bara, það er gaman að hitta þig og svo er þetta svona mjög formlegt en svo leið og þú stígur inn í hliðarherbyggja þá einhvern veginn bara slaknar á öllum og þá bara byrjar allt öðru þessi samtöl sko. En þetta er í rauninni bara fyrir þau hérna úti eins og í kóngafólki þá er þetta bara þetta er bara status og þú þarfst að bara sína ákveðna framkomu Akkurat og ég er sko við erum með ótrúlegt frelsi hérna á Íslandi og bara þakkláttu fyrir að þetta skuli ekki vera svona stíft eins og það sko. Já en maður finnur það svo sem maður líka bara í okkar vinnu þegar maður bara þú veist, ekkert alltaf en stundum þegar maður er búin að slökkva myndavölunum þá bara breytast hlutirnir og það er kannski ekki óveðlegt að fólk setur sér almennt í stellingar Ég ætlum samt að hrósa Höllu að mér finnst hún vera rosa bara eins og hún er alltaf í viðtölum og þegar maður líka tala við hana behind the camera hún er mjög góð í því sko. Það er bara, sko þetta embætti er ekkert að breyta henni sem manneskju eða persónuleika hún er alltaf svo sama og hún er alltaf að vinna í þágu þjóðarinnar og lyftu fólki og hjálpa og styðja og þannig að hún var alltaf í því áður það er bara þetta er í öðru mæli núna og allt öðru sér svona fókus sem það þarf að setja upp og það er alveg ótrúlega mikið magn af beiðnum sem koma inn eins og þegar þú sendir á mig Fannar varðandi þetta þá það koma, ég veit ekki hvað koma margar á dag, beiðnur að gera eitthvað taka þátt í einhverju vera opna þetta, veita þessi verðlaun gerast verndari samtaka, það er bara svo óendalegt ofan á þetta kemur náttúrulega líka allt sem hann tengist því sem hún þarf að sinna þegar kemur á stjórnsýslunni eða sitja þing og allt þetta og svo náttúrulega þessar heimsóknir opinberu, þannig að þetta er alveg þetta er það sem kom með kannski mest á óvart magnið af verkefnum mikil verkefni og þú getur í rauninni verið að frá morgun til kvölds á hverjum einasta degi að gera eitthvað það er alveg ótrúlegt sko. en þitt hlutverk, það er náttúrulega ekkert eitthvað í einhverju stjórnarskrá skilgreint, nei. Þannig að þú veist, er þú orðin líka bara í fullri vinnu við að vera makinn eða?
Sko, ég náttúrulega, það engin, ég held að það sé engin krafa nema kannski samfélagsleg krafa það að maki taki þátt í þessu en ég get alveg sagt bara hei, ég nennis ekki ég ætla þetta bara nennis ekki halla heima horfa á Simpsons nenni ekki í Japan en erum við búin að sættast á hvaða titil þú berð? Þú veist það var fórseta frú, ertu fórseta kall eða maður? Maki fórseta fórseta herra það svona kannski það sem að koma frá embættinu Vigdís sagði fórseta gæi Vigdís Finnbogadóttir ok, þá bara hlýðum við því fórseta gæi hún horfði á mig og sagði að hún var spurt bara hvað finnst þér að Björn eigi að vera kallaður þú ert svona gaur nei, þú ert svona gæi, fórseta gæi ekki dæla töff og ef Vigdís segir það, þá er það en þegar Halla sigraði kosningarnar hringdur eitthvað í Elísu eða Dorrit eða eitthvað svona hvað segir þið stelpur? Hvernig gerir maður það? Bara leið bara. Nei, svona fljótlega Já, sko við þegar að þetta var ljóst að þá er svona vaninn að fráfarandi fórseti bjóði bara í kaffi eða mat og eða bæði og þannig að við fórum til þeirra og eftir það þá bara spjallaði við hans Elísu og svo spurði hvort hún væri tilbúið að koma bara, þú veist, klukktíma og svona fari yfir það sem að hún hefur lært og svona kannski svona hennar sína á þetta og sem hún gerði og bara mjög þakkláttur fyrir það og hún kom bara með sína búnta og svona hvað hefði verið svona skemmtilegast og flóknast og hvað þetta varast og passa sig á og svona og þetta náttúrulega, ég held að þetta sé alltaf bara að reyna að búa til einhvern ákveðin takt að vera ekki að tapa sér í þessu að því að þú, eins og ég segi, þú getur bara að vera alltaf í þessu þannig að þá bara missir þú að því að vera eiginmaður og eigin kona skilur eða par eða foreldrar þannig að það er spurningin hvað hvort að það sé þess virði sko. Þannig að við fórum bara í gegnum fullt af hlutum og sem var mjög gott og svo er það bara mitt að svona svolítið að skapa mitt flæði og hvernig ég vil gera þetta ég meina, þú spurður áðan hvernig þetta væri að vera í höllunum ég meina, þetta er svo skrítið þú kemur inn í Danmörku þá er ein höll fyrir Margréti Þórhildi og svo ein höll fyrir konusjónin og svo er ein höll fyrir okkur bara þess að á meðan við vorum að gista gestahöll og það eru bara þú veist, einhverjir 15 þjónar eða þú veist, 15 manns að þjóna okkur og hjálpa og við erum ekkert vön þessu ég sé bara elda á Bessastöðum það er engin að hugsa okkur þegar við erum heima en þannig að en svo einhvern veginn bara kemur svolítið prakkar upp í manni ég bara eins og mig langa, það var svona risastórt marmaragólf í höllinu sem við vorum á og ég segi svona eftir galakvöldið þá ætla ég að labba höndum við gólfið og svo kláruðu við galakvöldið og þetta gekk allt svo frábærlega og við vorum svo glöð bara hvað þetta var að því þetta er fyrsta heimsóknin og þetta hefði allt getað farið til anskotans en gekk útrúlega vel og þannig að ég bara skellti mér úr galafötunum og svo bara í eitthvað svona léttari og svo bara labbaði ég höndum yfir og fólkið, þjónustufólkið þau bara voru gapandi og svo bara fóru það að klappa á þessu bara hefur aldrei verið gert áður og bara takk fyrir að vera svona léttur og svo þannig eftir það labbaði ég líka í Noregi og Svíþjóð og þannig að þetta er svona mitt að labba höndum í höllunum sem ég kem í En var þá kóngurinn að fylgjast með þér? Nei Nei, varst bara að gera þetta svona prívat eða þannig séð En svo eins og ég segi, svo eru bara fólk svo ég man þegar við vorum í Svíþjóð þá ég fór út að hlaupa morgunin í Stokkólmi 7:30 eitthvað svo morgunin og þetta er risastór höll og það er svona stór herragarður í miðunni þannig að þú hleypir í gegnum hann og fer svo út eitthvað hlið og það er einhverju gaurar sem opna fyrir þér svo hleypi ég einhverja kilometra og kem tilbaka og þeir hleypa mér inn og ég hleypi yfir herragarðin og er að fara inn í höllin þar sem við áttum að vera er að fara að klæða mig fyrir daginn og þá er allt læst þar og ég stend á og bara er að berja klukkan að geta einhver let me in og þú veist eins og einhver kjáni og svo
sagði ég, eða frétti drottningin að þessu, að því ég ferðaðist alltaf með henni og ég held hún hefði fengið svona 5 mínútna hláturskrampa bara út af því að ég var læstur úti að berja á gluggana. En svo var það bara Bjössi frá Grindavík læstur úti og bara allir glaði með það, skilur svo var það meira vesen ef einhver annar myndir læsast úti einhver forseti, Macron eða eitthvað það var vesen, en eins og bara gista í svona einhver höll, þú veist herbergið þá svona bara alveg svo ímyndaðar höll einhver risa rúm og hátirlofts og málverk og er ekki skrítið bara þungt og gamalt og svona flauils gluggatjöld og svona rúmin með svona einhverjum dúlleringum þar sem hangir allt einhvern veginn og þetta bara En líka eitthvað svona hraðhleðsla fyrir síman hliðin á rúminu og svona og nútíma eða langt í hleðsluna langt í allar yngstúm Nei, þetta er bara og mjög mismunandi en hérna svo gaman að sjá allar þessa sögu þetta er svo flottar hallir flott hérna dekor í þessu, þetta er bara ótrúlegt En ég verið að banka mótnana eitthvað svona service einhver svona böttlir að vekja og það er svona svolítið bara hvað vil ég í morgumat og eitthvað svoleiðis og svo þá er annað herbyggi fyrir það en þetta er allt mjög sérstakt og eins og í Kaupmannahöfn svo skemmtileg hefð í þegar við mættum að það er alltaf við heilsum þeim, konusjónunum svo förum við upp í eitthvað auka herbyggi og það er skipst á gjöfum og á þeim stað þau eru með svona hefð að það eru teknar litla svona rúður úr gluggunum á höllinni og þú skrifa nafnið eftir dagsendingu á rúðuna og svo er þetta sett aftur í gluggana þannig að við Halla erum ásamt náttúrulega öðrum þjóðarleiðtogum bara hér eftir á einhverjum glugga það er mjög skemmtilegt þannig að mismunandi hefðir eftir Hvað er hérna embættið að gefa svona öðrum leiðtogum? Er að gefa bara súkkulaði frá Nova Sirius eða túlebjór eða hvað er að gefa? Nýja túlebjórin Var þetta plugg? Já, ég er svona laumaði þessu Getið tekið með í næstu ferð? Það er bara, við förum með við förum bara með einhvern íslenskan fatnað eða við förum oft með lopapeysur og eitthvað sem er handprjónað á eða förum með 66 eða bara eitthvað sem er sér íslenskt og við fengið núna eins og í Svíþjóð, Danmörku og Noregi þá fengum við svona glerlistaverk þannig að við fáum eitthvað sem tengist héröðunum eða bæjunum eða sveitunum hann í kring og eigið þið þetta þá eða á íslenska þjóðin? Já, íslenska þjóðin og þá er þetta bara farum við þetta bestaði og til dæmis á píanóinu núna er vasin sem við fengum frá dönsku konusjónunum ofsalega fallegur svona glervasi en svo náttúrulega bara eins og vorum í Færeyjum og þá fengum við peysur og við erum ekki að fara að skilja þær við bara verðum í þeim en svo má kannski var það ekki hérna Davíð Oddsson sem fekk frá Gorbachev teketil og hann var svo boðin upp á landsfundið eða ekki hann eignaði sér bara hann teketil sko það er smá gráusvæði sko Já, hann var forsætisráðherra, kannski öðruvísi reglu þá Ég veit það ekki ef hann gefur honum teketil ég held þú meigir alveg takan ég held að sé ekki eitthvað bara reglan er svo að þetta er allt skráð og svo er það bara ákveðið er þetta eitthvað sem embættið á að taka eða eins og til dæmis ef þú kemur eitthvað með ostakörfu til þín eða fullfötta mango þú fer ekki að deila því allir fá einn bit á þessu mangói það er þetta góða bútur en hérna fáið þið að taka eitthvað svona sumarfrí eins og núna bara í júlí þú veist, fer forsetin í sumarfrí bara minnst það bara áhugaverð spurning já, við náttúrulega stendur það í starfslýsingunni forseti er í sumarfrí þá gerir þið ekki það er engin ákveðin dagur eða dagsetning sem að við getum það er eins og ég segi, það er búið að bóka eitthvað langt fram í tíman, mánuði fram í tíman og þá er það bara okkar svolítið að blokka ég skil ef við viljum reyna að halda og síðustu 2 ár þá höfum við reynt að blokka hann einhverja viku í janúar seinnipartinn í janúar, byrjun febrúar og
bara reynda að komast bara í sól fórum til dóminíska lífveldisins og hérna Það Google Calendar sem við gerum það Nei, eitthvað svona forseta kalendar Já, það náttúrulega bara sameiginlegt dagatal sem við erum með þarna öll en þá bara segjum við, heyrðu, við þurfum að þess að blokka það og eins og ég segi, við gætum verið alltaf og ekki að kvarta en þetta er bara við verðum að setja ykkur mörk ef við ætlum að fá frí Megið þið bara fara í matabóð þegar þið viljið ef ég myndi til dæmis bjóða okkur í mat mætti þið bara koma í kvöld eða þyrfti að láta ykkur vita eitthvað svona ritara eitthvað svona Nei, já, ég meina það væri við þurftum að setja það á bækurnar og að við værum að fara eitthvað ákveðið þannig að það myndi ekki eitthvað annað en þá væri það bara persónulegt dæmi en það má alveg Ertu að spá í því eða? Já, það væri gaman að bjóða ykkur sko. Ég myndi gera pítsu eða? Já, nei, ég held ég myndi grilla eitthvað næs Nógu svolítið að grilla svínarif Fan af því sko Myndirðu borða það eða? Já Ef hann er boðið að borða það Ég veit það ekki Mér er ekkert rosalótt boðið í mat því að ég læriði fór í kokkanám og þá heldur fólk að ég sé svona kröfuhörður á hérna manneskjörnum sem elda fyrir mig ég er bara svo þakkláttur ef ykkur vill bjóða Já, en ef þetta bara bjóða þér en ekki höllu það væri dónalegt Ég vil ekki hafa hana með Jú, að sjálfsögðu, Halla er okkar kona sko Þið skuldið okkur eiginlega smá pizzabóð sko Við erum alltaf að bíða útskýruð þegar ég bara Nei, mann bara vorum hjá Bigga, Tryggva í pizzu Okkar besta hljóðmanni Heldur betur hérna í kostningabaráttunni 2 dögum fyrir eitthvað Var þetta ekki á kosningadegi? Nei, við vorum að taka upp innslag fyrir eitthvað dæmi Ég held að þetta sé svona kannski viku fyrir eitthvað svo leys Örugglega, og það var geðveikt gaman og talandi að segja hérna Halla er eins í embætti og venjulega þá hefur hún ekkert breyst bara sama Halla allan fyrir okkur en hérna og þá var eiginlega tekið í spaðan með bara næsta boð er bara á Bessastöðum við bara svo býðum við bara kannski ekki forgangsatrið hjá þeim að setja þá kalendir hjá sér það er nóg að gera og svona Þið verið svolítið að tegja ykkur eftir þessu við sendum bara En er ekki alltaf pizzabóð reglulega? Þið fjölskylda? Við reynum að hafa þetta alltaf á föstudögum sko. En ég man eftir þessu, þetta var mjög skemmtilegt það var að því að þið voru að taka upp alla þætti innslög fyrir þetta var á RÚV að það ekki Jú, og hennar innslag var að við vorum að gera pítsu saman þetta var mjög skemmtilegt og svo líka bara gaman að þið skildu þegar það var slögt á vélunum að þá bara gáttu þið fengið ykkur pítsu og slakaði líka sko. Heldur betur, það var næs Við hefum getað verið mjög lengi að það en við vorum svona kurteisir, við vorum bara 2 tíma Byggi líka bara svo góður svona að hosta svona eventa og náttúrulega með flottasta pizza held ég bara á landinu sko. Já, þú ert líka með flotta Ekki eins og Byggi sko, en hvaðan kemur þessi pizza áhugi, akkur alltaf pizzur á föstudögum? Þetta er náttúrulega bara ég hef alltaf gert bara frá grunni reynd að gera frá grunni bara deig og að því ég er ekkert hrifin af keyptri pizzu mér finnst það ekkert spennandi, mér finnst það ekkert gott nema þetta sé, allavega mér finnst ég að gera betri pizzu heldur en að við fáum og svo bara þróast þetta þannig út í það að krakkarnir okkar þetta var svona einhver fastu punktur með þeim að það var alltaf þau gæti alltaf stólað á það og svo keypti ég svona mjög fínan ofn út í Bandaríkjunum þau bygguð þar og þau voru í skóla klukkutíma frá okkur byggur rétt fyrir út af borgina Auðurín og dóttir okkar var inn í borg í háskólanámi, strákurinn okkar rétt fyrir út af borgina í háskólanámi og þannig að þau bara byggu alltaf með þessu þau vissu þetta alltaf, það var alltaf pizza á föstudagskvöldum og þannig að þau voru alltaf að koma bara til okkar og voru í stæðan fyrir að vera kannski að tjúta með félagunum að þá komu pizzu og voru kannski 1-2 daga og þannig að þetta er þetta er svo mikilvægt fyrir okkur sem fjölskyldu og svo bara hefur þetta þróast út í það að gera þetta alltaf og bara æðislegt sko. Hvað hydration er þetta að vinna með í deginu? 65, ok. Fer aldrei í 75 eða 80? Nei, ég held mig í svona 60-65. Já. Hvað er að tala um? Þetta er bara við sem kunum að gera pizzadeg Vassmagnið í pizzunni vatn á móti hveiti, skilur hversu blautt er hveitið ég skil Erst þú ekkert í þessu benni? Nei
ég bara mér finnst ekki að hafa tíma í neitt svona dundur þegar maður er svona lítið börn hann er líka með lítið börn, ég er ekki að segja það en ég veit ekki, ég er bara ég fór einmitt að hafa áhuga á þessu þegar ég egnaðist lítil börn sko. Þá vantaði mér stundum þegar yngsti var, elsti núna var að taka lúr, að þá fannst mér svo fínt að hafa eitthvað mission, fylgjast með einhverju degi hefast og svona æstur að betra. Ég verð bara að senda á þig, þetta er svo ótrúlega einfalt og nema þú viljið fara alveg í svona súrdegs og þurfa alltaf að vera að passa på það. Ég fór þangað sko, en svo hætti ég því. En þetta er bara svo, þetta er mjög einfalt og En það er samt alveg svona learning curve í þessu maður hefur hent mörgum pítsum bara beint á eldinn og klúðrað öllu og gasið búið og maður þarf bara að panta Dominos eða eitthvað í staðinn, ég á lendið því sko En er þá pizza svona þín specialty í eldhúsinu? Hvað er það þitt? Bara, þú veist, hvað sem er íslenski fiskur er náttúrulega bara ótrúlegur og ég saknaði þessu svolítið mikið úti þegar við vorum í Bandaríkjunum að þeir eru ekki droslega mikið fyrir fisk þeir viljan svona bara bredded eða svona og hálf djúpst þetta helst sko. Smá salmon, svona alltaf salmon Já og það er kannski eini fiskurinn sem að þeir eru bara hrættir við lykt og svona fiskbragð og þannig að þetta menningin okkar er bara allt öðru og ég ólst upp við það í Grindavík að það var bara fiskur 5 sinnum í viku eða 6 sinnum í viku og svo lambakjöt á sunnudögum Þeir eru heldur ekki mikið fyrir lambakjöt kannin. Nei. Maður sér það hvergi sko. Nei. Það er bara svín. Naut. Þeir eru naut og kjúkling og svín. Já. En hvað bygguðu lengi í Ameríku? Svona með hléum. Við fluttum síðast þarna 2018 og svo þá fluttum við tilbaka 2024. Hún náttúrulega Halla fór í framboð þarna 2016 og svo endar í öðru seti þá og svo er henni búin vinna í samtökum sem heita The B-Team og er með höfuðstöðvar í New York og í London og þannig að við fluttum þangað 2018 komum aðeins tilbaka í COVID einhverja 7, 8, 9 mánuði og svo fórum við aftur út þannig að já á þeim tíma voru krakkarnir að klára það sem að kallast high school og svo fóruðu beint í háskólanám þannig að við vorum öll úti á saman tíma sko. Hvað eru krakkarnir gamlir í dag? 23 og 25 Strákur og stelpa? Já, strákurinn hann er fæddur 2001 og hún 2003 Já Hvernig eiga börn sem eru 20 og eitthvað? Okkar börn eru bara eitthvað, bleiur og veit ekki neitt sko Það er það stór börn, stór áhyggjur eða? Já, bara öðru sér áhyggjur maður er alltaf foreldri sko en þetta er bara nýjir kaflar, nú eru þau að kynnast hún er komið kærasta og þau eru farin að vinna og þetta er bara öðru sér áskorunir en bara flotti krakkar og velgerðir og að mínu mati velgerðir En þau búa á Bessastöðum eða hvað? Já, búa þar Ég meina, getur einhver keypt sér Nei, það er fínt að vera þar Það er mjög erfitt sko En það er náttúrulega sko já Álftanes eru þá eitthvað að leita þar jafnvel, ætlaðu að búa þar þau eru kannski ekki að spá í ég held að þau séu bara svona svolítið að koma niður eftir háskólanámið átt að segja hvað þau vilja gera ég held að hún vilji fara í áframhaldandi nám hún var í sálfræði, vill fara mögulega í klíniska sálfræði þannig að já, svolítið að bara finna sig og já, akkurat í dag þá erum við bæði að vinna hún var að vinna í menntaskólanum við Sund í svona stöðnisfulltrúi og hann á svona sambýli hjálpa krökkum sem er einhverfu þannig að það bara flott sko Ég held að allir þurfa að prófa að búa að vinna á sambýli ég gerði það í nokkur ár það ekki breytti mér en pottið eitthvað smá ég þroskaðist mikið á þeim tíma en þú mistir allan þann þroska þegar þú fórst að sjó með Fannari rétt og svo byrjaði við hraðfréttir það bara enda að vera niður Þetta eru leikna seríur krakkar við erum að leika í þessum seríum það var nú með Grindjánum Þekkir þessa áöfn sem við fórum með ég á Hrafninum ég náttúrulega ólst upp með Sigurvin Daða Já, kóngurinn stráka frábær þekki allar þessar stráka marga þessar strákum sem voru þarna og
þetta var skemmtilegt, hressandi. Fólk rifjar oft upp þessa seríu þegar tala við okkur sko. Það er svona seti í fólki. Við oft hugsaðum að gera framhald af henni sko. Urðuðu veikir? Hann var ógeðslega veikur en ég náttúrulega er sjómaður þannig að ég verði ekkert sjóveikur sko. Ég var á sjó því ég var yngri sko. Ég var bara mjög eðlilega sjóveikur á öðrum degi í smá stund, svo bara fór það. Svo varst þú bara veikur eftir viku af líka bara söknuði og varst konar svoleiðis. Nei, andlega veikur. Nei, ég saknaði ekki neins. Mér finnst það bara gaman sko. Hefur þú farið að sjóða það? Nei. Ég var að vinna í landi. Okay. Þannig að þú komið nálægt fisk. Ég var náttúrulega að byrja að vinna í fiski þegar ég segi börnunum að ég hafi ekkert, ég væri miklu hávaxnari en ég þurfti að byrja að drekka kaffi þegar ég var 12 ára. Já. Bara til þess að halda mig vakandi. Sko ég byrjaði að skera netum þegar ég var hjá foreldrum mínum í bílskúrnum þegar ég var 7-8 ára. Já. Þú veist, með sko flugbeittan hnífa eins og það væri sett í hendurnar á 7 ára krökkum í dag. Og svo fór ég að vinna í fiski í fiskvinnslu þegar ég var 12 ára og svo bara vann ég alltaf í fiski og Hvað, ertu fæddur árið 1920? Ertu ekki bara 50 ára? 73, já. Nei, þetta er bara margt búið að breytast. Já. Drengi mínir. Já, fólk þurft að vinna á þessum tíma. En Grindavík náttúrulega er búið að ganga í gegnum alls konar hremmingar núna. Hvernig líður þér að koma í gamla bæinn? Það er bara mjög erfitt og það er alveg, komaðan er bara eins og að koma í Draugabæ og hefur verið. Og svo þetta er búið að vera mjög frústrerandi, það er verið að reyna að byggja þetta upp aftur og þannig að það er mjög óskýrar reglur, erfitt að komast að samkomulega það hvernig á að gera þetta. Og ég held að þetta er einhvers staðar í miðjunni en ég skil mjög mikið frústresurinn eða pirringin hjá heimamönnum að ef þú seldir ekki húsið þitt þá máttu búa það, no matter what, eða alveg saman hvað, en ef þú seldir húsið þitt en vill leiða það tilbaka og ert að vinna þarna og vill búa þarna, þá máttu ekki búa þarna lengur í 12 daga. Það þarf einhvern veginn bara báðir aðilar eða allir aðilar að koma saman og segja bara ok, heyrðu, hvernig gerum við þetta? Út af því að ég gerir mig alveg grein fyrir því að það vill enginn vera ríkisstjórnin eða forsætisráðherrann sem að tók ákvörðun það að sleppa öllu lausu og bara gjöra svo vel og svo fer bærinn undir hraun og fullt af skiljið. Þannig að þetta er náttúrulega, þurfum bara svona að taka þessa umræðu á svona á rólegri nótunum. Það er verið, ég sá bara var einhver að birta myndbrot að vera að rífa mörg húsi núna. Lítur að vera rosalega skrítið að horfa bara húsið þetta vera rifið. Já, við komum bara æsku stöðvar og eitthvað svona. Við fórum hana daginn, fórum hérna á veitingastæðin til Villa. Hvað heitir þessi staður? Frábær veitingastæður? Já, hvað heitir hann? Eitthvað heitir hann? Já, Sjómannastofan Vör. Já. Ég er búin að smaka alla plötuðnar í plötu ársins hjá Nova Sirius og alla geggjaðar. Já. Vist það ekki alla geggjaðar? Nei, ok. Vist það ein ber af? Já. Og það er Sorry Árni. Það er dokkarinn. Já, það er eitthvað við krönsi í því. Það er eitthvað við popp í súkkulaði, það er fokkin geðveikt sko. Og þeir sem eru að fyrir ferðalög að gera skellingur í bónus á sjálfsögðu, það er besta búðin til að hlaða sig upp á alls konar dóti og til dæmis, ef ég væri að fara í bónus núna, því að fá mér kókópöfs, því það er ekkert eðlilega gott í útilegu. Það er svona spari, fyrir mér allavega. Móðins gluggatjöld. Já, nú er ég með lítinn á heimilinu sem á erfitt með að sofna í mikilli birtu og ég var að fá svona, hvað heitir þetta Benni, hjálpaði mér? Virkunargardínur. Já, og þetta er geðveikt sko. Nú sefur hann bara alla nóttina. Móðins frábær þjónusta kemur á gluggatjöldum. Já, Valentína er með þetta. Sumarið er bókstaflega komið og hvað er meira sumar en kjörís og mjúkísinn, Guðmund Almáttugur hvað er góður, hann bara bráðunar upp í þér og margar tegundir inn í pakkanum. Þannig að bara eitthvað fyrir alla. Má ég gefa einum ís shoutout? Já. Hólís ananas. Mér er sann trilltur sko, hann er líka án sykurs. Takk. Já, takk, hann að sluppuðum við skrekkin. Við hefum ekki komið hana held ég bara síðan að gósið byrjaði og þetta var alveg smá svona upplifun að koma og keyra í gegn og svona sjá þetta sko. Já. Og er ekki núna verið að fara að opna elliheimilið og skólan eða eitthvað? Það er bara umræður það, ég held að sé ekki. Já, sko, það er náttúrulega bara það sem að þar stendur hnífurinn í kúnni að það er Grindvíkingar vilja að opna skólan og fá fjölskyldufólk tilbaka en það er verið að koma í veg fyrir það út af því að það er svona hræðsla við að gerist eitthvað og þá ertu með fullt af börnum í bænum sko. Manni finnst einhvern veginn þetta sé bara búið þessi gos sko. Þetta er svona bara, er þetta ekki bara búið?
en svo veit maður aldrei svo allt í unni byrjaði helliseiðin að hristast og bara, neðan skotin við erum að fara út í það Já, það mitt. En hvað hlutverk eins og Höllu í þessu öllu? Er hún það bara svona styðja við bæinn og fólkið og mæta og taka móti og hlusta? Já, og það náttúrulega bara, hún hefur náttúrulega engin, getur ekki verið að taka einhverja ákvarðanir, stjórnvars ákvarðanir eða neitt svoleiðis. Og þetta bara, þetta flókið og ofsalega svona viðkvæmt mál. Ég myndi náttúrulega bara sem gamall Grindvíkingur og þá myndi ég vilja að það væri leyft að fólk geti bara búið þarna sko að því að það er mörg fyrirtæki eru fullri starfsemi, það er fyrirtæki sem eru að þjónusta þau fyrirtæki þannig að það er búið að byggja alla þessa varnargarða það er búið að kortleggja hvar þessi svæði eru þar sem að hérna öll þessar sprungur eru, ég meina þegar ég var þarna ég ólst upp og við vorum alltaf að leika okkur í sprungum og hellum og þessu sko þannig að þeir eru búið að loka þessum svæðum og fólk er vant í og getur brugðist við að þá svona finnst mér eins og við ættum að fara í yfirvegaðar umræðum það að leyfa fólki að vera þarna sko. Algjörlega. Mér finnst bara svona umræðar Grindavík horfin svolítið. Mér finnst lítið talað Grindavík og hvað er í gangi og svona. Já. Þetta er svona af því að það hefur ekkert verið þetta er svona svolítið biðstaða núna en svo urðu þeir Íslandsmeistari í körfu svona bara til hamingju, glæsilegt Já, það er náttúrulega vel gert Varstu í körfu líka? Já Varstu góður í körfu? Já Í hvað íþrótt varstu bestur? Ég spilaði náttúrulega mest í fótbolta spilaði í efstu deild með Grindavík og eitt ár með KR Nú? Já Býttu, hvaða ár? 95 Ok Já, þú bara er gutti, Benni Þá hef ég verið að horfa á þig bara í frostskjólum En veitu hvaða stöðu spilar og hvað lengi Ég var bara eitt ár, ég var í vörninni en svo, þú veist Móða? Að móði þá? Ég var með móða og hérna þetta náttúrulega þetta var svakalegt lið það var hérna Þormóður, það var Heimir Guðjóns, það var Himmi Björns það var Rikki Daða, það var Guðmund Ben það var þetta var bara Óskar Þorvalds þetta var bara hörkulið Hver var að þjálfa þá? Luka Kostik Og hann hefur sótt þig í Grindavík? Ég var að spila með Grindavík og við fórum hann að 4 yfir úr Grindavík þegar hann sem sagt færði sig yfir og farið að þjálfa þar Þá fékkstu borgað? Varstu atvinnumaður eða var þetta bara kannski dundra á skatt? Ekki þegar ég fór til ekki þegar ég var á KR það var bara, ég vildi fara og vildi prófa og sem var bara frábært en það voru einhverjum svona sporslur en svo það var alltaf öðru sig á Grindavík þá var alltaf greitt sko. En engir það var engin ríkur ekki seðlar Nei, en Grindavík var alltaf bara alltaf í úrvalsdeildinni á þessum tíma bestfutli eða hvað sem þetta kallast í dag og svo bara hefur verið hafa þeir náttúrulega bara verið í lengjudeild heldur það Já, einmitt Grindavík Já, þú ert náttúrulega að þekki fótbolta rosa vel Heldur betur maður Ég er enda smá komur óvart núna með HM hvað mér finnst þetta gaman Það er svona event þó maður hafi ekki gaman að fótbolta það var samt gaman að horfa á HM sko. Ég er búin að horfa eiginlega á flesta leiki sem við samt erfið tímar eiginlega fullkomnir fyrir mig þá næ ég að horfa á svona leikina klukkan 7 með stráknum og svo sofna þau og þá næ ég leiknum svona 9 og 10 En 1 nótna Nei, ég er ekki að horfa á þá sko Nei. En ég horfa á leikina sem var sendir í gær eins og Svíþjóð Frakkland og hugsaði bara Frakkar er að vinna þetta mót Þeir eru rosalegir Þeir eru massífir Eru þið að horfa, eru þið með watch party eitthvað heima? Nei Og ég horfum mjög lítið á þetta ég kannski Watch party? Já, þú veist, bara eitthvað svona bjóða fólki heim Watch party Halla nennir þess ekkert kannski, boltanum Fá þið boð á úrslitaleikinu? Nei, ok Hann væri til í það Nema ef Ísland verður í úrslitaleiknum Já, en það væri næs að komast í einhver svona opinbera heimsókn sem að gera eitthvað virkilega skemmtilegt fara einhvern svona leik og fá sér barbecue Það er reynda sko ég í þessum ferðum að þá það er alltaf eitthvað magaprógram
kallast það þá Makabróðir. Já, sko, þá er það þannig að þegar ef að hallar hitta kannski fórsættisráður einhvers lands eða eitthvað svoleiðis að Er þú í sund þá er ég ekkert með í því Nei. og ég veit ekkert hvernig þetta byrjaði en í staðin fyrir að maki fórsætta sitji bara einhvers staðar út í hotni og býði bara á meðan að vera að klára hana fund þá var sett að stað eitthvað svona þá fer ég til dæmis með í Finnlandi þá fer ég með eiginkonu fórseta og meðan hún er á fundi með fórsetanum og SS Hallar á fundi með fórsetanum og við fórum á veitingastað sem heitir Null sem að vinnur allt úr hráefni sem hefur verið að henda býr til svona Michelin mat ég fór á þjóðarleikvangin skoðaði safni hjá honum Jari Littmannen þannig að ég gerði mjög skemmtilega hluti. En er það ekki mikið svona small talk? Þarf maður ekki að vera ansið góður í því? Já, sko, þú annarkvort tekur ákvörðun það að ég held að ég tók allavega ákvörðun það að ég nenni því ekkert þannig að við förum bara ég reynir bara alltaf að fara á dýft og reyna að ræða almennileg mál ekkert bara chit-chat Sko bara beint í trúnó Þau bara hvað er rólegur Ég ekki tala sem minna fisk Hvernig líður? Segðu hvernig líður Þetta er ekki alveg svoleiðis en ég meina þú getur verið að tala um veðrið eða eitthvað svoleiðis eða þú getur verið að tala um eitthvað sem skiptir máli og farið inn á það Ég er ekkert að fara að sálgreina Leið og hittur Ég sé þið líður illa How do you feel? Nei, ég skil þig, það er gott Það er gott að það sé hugsað ykkur líka Þú veist, maður myndi bara ekki þola þetta mjög lengi ef það væri bara endalaus chit-chat og smóltang En þú fegst boð til Melania Trump Það hefði nú gott að ná henni á dýftina Ég hefði nú viljað Fóruð þú hittir Trump? Fluga vekk þar Nei Það komst ekki Komist ekki Þið hitti Halla Trump eða? Nei, mér var boðið Melania Trump var með hún bauð mögum eiginmönnum og eiginkonum þjóðarleiðtoga að koma á ráðstefnu sem var haldin úti og þetta var einhvern veginn svolítið blásið upp að því að ég held að fólk hafi haldið að hún hafi bara sendt mér eða bara hringt í mér og sagt heyrðu, getur komið og myndi ég bara borga allt fyrir þig og fæði uppald og flug og allt svoleiðis og nema hvað ég fæ bara formið bréf og það kemur fram heyrðu þeir eru boðið á árlega ráðstefnu og þetta verður einhvern tíman í ég man ekki alveg eins og hvað mánuð þetta var einhvern tíman í mars og ég ég meina þú veist hvenær í mars þá af því að mitt dagatal líka fyllist og ég er að vinna og allt svoleiðis og svo einhvern tíman 8. eða 10. mars kemur annað bréf heyrðu, við höfum ákveðið að halda þetta 27. mars og þá var náttúrulega allt uppbókað hjá mér og ég bara því mér ég kemst ekki og bara fallega en bara hlakka til að fá búið næst og get komið eitthvað svona en þetta bara gekk ekkert upp fyrir utan það að já, ég veit, þú veist Afþakkar búið frá forseta Bandaríkjanna henni frá henni, sko henni, já og þannig að þetta var Þetta var blásið upp Þetta var blásið Þannig að þið langaði að fara eða þú veist, það hefur alveg til í það Já, alveg og svo hitti var í sambandi við eiginmann forseta Slóveníu og hann fór en ég meina það koma fullt af svona boðum hún eiginkona Zelenski hún er með árlega eða 2 ári þá er hún með eitthvað boð og þannig að það er alltaf eitthvað í gangi sko. en maður kemst ekkert alltaf og fyrir utan það að sko, ég þyrfti náttúrulega bara að borga fyrir þetta allt persónulega sjálfur Já, það er svoleiðis Já, ég meina þú veist, forseta embættið er ekkert að fara að taka og greiða fyrir þetta þú bara, ef þú ætlar að fara þá bara ok þá var það bara á þinn tíma og þannig að það bara gekk ekki upp og ég var að byrja með nýja vöru í fyrirtækjum í úti og ég bara ég komst ekki í þetta Nei, skil það. En eru þið búin að hitta alls konar svona maka og forseta myndast einhver svona alvöru vinasambönd? Ertu með einhvern í WhatsApp-grúpu eða er eitthvað svona eða fer þetta aldrei þangað? Ég veit það ekki, það gerist hugsanlega kannski eftir því sem að tími líður en þetta náttúrulega styrkjast alltaf samböndin núna þegar maður hittir til dæmis
allt þetta kongafólk og þetta fólk sem við erum búin að hitta svolítið mikið Danmörk, Noreg, Svíþjóð, Finnland hittum þau, náttúrulega hitt þau í mörg skipti og þá þetta náttúrulega bara eins og hitta einhverja góða kunningja eða vinni sko, og þá ekkert, það ekkert þú ferð strax bara í að ræða málin sem skiptir máli sko. En hvort þetta sé eitthvað svona best buddy sko, Já, bara eitthvað svona, þú veist myndirðu bjóða viðkomandi einhvern tímann bara í pizzu? Já, þú veist, eftir embættistíðina skilurðu Já, ég held að sko, kongafólki náttúrulega alltaf í annar stöð, þau eru bara það sem eftir ævinnar en ég ef þetta fólk væri á landinu eftir að Halla hætti að vera forseti að þá myndum við alltaf bjóða þeim í mat eða að sjálfsögðu sko. Og ég líka bara myndist að það sko, þetta alltaf svo formlegt í Danmörku eftir búin að hitta Friðrik konung sem fæddur 68 eins og Halla og bara þau að börn á svipum aldrei við og þetta einhvern veginn bara þetta svona náttúrulegt og konan hans heldur hún sé Mary, hún 1 ára eldri ég eitthvað svoleiðis sama aldurspil einhvern veginn og ég myndist að við þau eftir að við vorum búin að fara í þú veist þetta alltaf bara þetta rosalega mikið protokól að myndavélar út allt og það svona pressa og þetta þú mátt ekki enginn að fara að bora í nefið bara eitthvað staðar því að þú veist það bara myndavélar alls staðar að ég myndist að bara hvernig væri þegar þið komum til Íslands að bara við tökum eitt kvöld frá og þið komum bara í pizzu heim til okkar ekki og þau eru bara þú veist við komumst aldrei í svoleiðis bara please please við komum í pizzu það er geðveikt en varst ekki einhverju vitlausum skóm og eitthvað var það ekki eitthvað í Danmörku það varst í brúnum skóm eða það var eitthvað okkur verið að gera mál úr því ég meina var ekki alltaf lægi Jú ég held að þetta bara sko því náttúrulega þekki hennan heim hennan fjölmiðla hraðan sem fylgir því, ég meina hraðfréttir heldur betur það og þetta náttúrulega búið að aukast núna mikið upp á síkastið þú á síðustu árum að það þarftu bara að dæla út einhverju og það ég veit ekki, eru fréttastjórar að fact-checka eða eitthvað svolítið í dag, maður veit það ekki en í þessu tilviki þá var það þannig að við erum út í Danmörku við erum að fara að hitta kong og drottningu ég mæti hérna í bláum jakkafötum og brúnum skóm og þá einhver sem hefur samband við hérna herragarðinn og bara, heyrðu, hvað prótókollið þegar kemur að skóm maka forseta þegar hitta konung og gaurinn í herragarði hann segir bara, það ekkert prótókoll ég menn, hann mætti vera í hvítum, hann mætti vera skólaus en bara eftir klukkan 5 á daginn þá verður hann að vera í svörtum skóm og þetta var klukkan 10 morgunin þannig að þá bara hent út af því að allt sem að forseti gerir áhugavert eða maður heldur það allavega og þannig að það bara hent út í lagi að hann sé og það náttúrulega bara til að mynda að skapa umræðu þá á VF heimum og það náttúrulega bara þá bara byrja allir einhvern veginn að öskra á Facebook og statusarnir og bara þetta má ekki, þetta má alveg gott hjá honum, nei þetta bara fárlegt og þetta verður einhvern veginn svona svolítið skrítið sem býr þá til fleiri fréttir og þú veist og þannig að í rauninni það var ekkert prótókollega rangt við þetta en bara og ég sýndi drottningunni þetta, við vorum úti og við bara frábær dagur áttum mjög merkileg samskipti við þau og bara búin að tengjast þeim hratt og skemmtilegt og einstakur dagur og vorum ekkert með síman með okkur svo bara einhvern tíma seinnipartinn þá opnaði síman og bara þá þetta aðal þrætueplið á Íslandi skotnir og svo seinna kvöldið þegar eftir galakvöldið að þá næsta þrætueplið að Halla tala á ensku það bara af hverju tala hann ekki á dönsku bara skammast sín og akkur tala þau ensku við konusjónin og eins og í þessu tilviki bara til þess að við gætum alveg ég gæti alveg að tala við ykkur ykkur í menntaskóla dönsku og bara verið í skíunum en næði aldrei neinni dýft og við bara nefndu því ekki þannig að það bara, þú veist, ég ekkert nægilega
ekki nægilega sáttur við mína dönsku til þess að fara þangað en svo ég sýndi Mary mynda af þessu og sagði henni bara hver umræðan væri í sambandi brúnuskóna, hún var gjössanlega gáttuð, hún sagði bara allt sem að við erum búin að vera allt sem við höfum átt í dag og þetta er það sem skiptir máli. Það er svo fáránlegt. En svo eftir þetta þá er þetta bara búið að vera mjög fyndið út af því að enn þann dag í dag ég fyrir út í búð að vesla, það er bara stiði þessa brúnuskó og ég er í brúnuskó til að stiða þig og Ertu í þeim núna? Nei, ég er í brúnuskó núna. Já, brúnuskó maður. Ekki sömu. Nei. En þú sagðir áðan eitthvað nýjar vörur fyrirtæki, hvað er það sýslað? Vinnan eitthvað? Kollageni? Já, ég er sem sagt þegar að og það fer aftur tilbaka í crossfitið að þá ég ætlaði að byrja að æfa crossfit 2016 eftir að Halla kláraði forsetaframboðið og ég bara var ég er náttúrulega búin að brjóta allt og slíta allt í fótboltanum og körfunni og þannig að ég var svona bara orðin gamall maður fyrir aldur fram þetta er 2016 og maður þarf að hanga mikið að upphífum mikið fyrir ofan hausinn svona overhead og ég gat ekki einu sinni hangið á slá sko. Ég var búin að fara í 3 axlaraðgerðir og var að drepast í öxlunum og bara allstar bakinu og þá á sama tíma þá við höfum verið í framboðsfundi í Grindavík í Þorbjörn Fiskarnes í Grindavík þar sem að þeir höfðu verið að byrja að framleiða kollagen unnið úr þorskróði, viltum þorski og gamalt fótboltafélagi, hann kemur með nokkra dósir af kollageni, hendrið í mig og segir þú verður að prófa þetta er bara kraftaverka leið fyrir allt ég hnéð á mér að fara að virka aftur eitthvað svona. Ég er svona sett þetta á hilluna, klárum frambúðið og svo byrjaði crossfitinu, gat ekkert hreyft mig og svona hugsa, ok, prófa þetta kollagendæmi teka þetta í svona 1,5 mánuð, 2 mánuð og svo er ég bara alltaf farin að geta hreyft mig eins og maður og með verkefni minka og styrleikin og allt þetta prófaði bara, tengdi þetta ekki við þetta, hitti félaginn aftur og hann sagði bara prófaði að hætta í mánuð og aðtöga að gerist og ég geri það og þá bara kemur styrleikin aftur og þannig að síðan 2017 er ég bara búin að vera á kollageni bara stanslaust og þetta er ekki plugg fyrir fyrirtæki út af því að ég seldi ekkert á Íslandi Nei, mitt áhugavert Við flytjum til New York 2018 ég fyrir svona bara hvað langar mig til að gera eitthvað samt við matinn og hugsaði bara þetta væri frábært að færa grindvíst kollagen mínar íslensku rætur úr Sjávarþorpi, íþróttamaður lærði næringarfræði lærði kokkin og næringu og stofna fyrirtæki 2000 og byrja bara þessu og byrja bara að vinna í undirbúningsvinnu 2018-2019 og svo stofnaði ég fyrirtæki 2021 og fyrsta varan kom á markað 2022 seinnipartinn eða byrjun 2003 fyrir með Amazon 2004 loka ár 2023 og svo er þetta bara búið að vera að vaksa þannig að þetta er bara gaman að gera eitthvað sem hafði svona greinilega áhrif á mig og svo er ég náttúrulega bara að fá núna tölvupósta og símhringingar frá fólki sem að sérstaklega frá svona eldri konum að því að þetta virðist hafa líka mjög jákvæð áhrif á konum sem eru á breytingaskeiði og bara búið að bjarga lífi mínu aukin hárvöxtur, neglurnar vexa hraðar Hvað heitir þetta? Hvað heitir varan? Varan eða brandið heitir Just Björn Ok, já ég er bara bóður umræði En hvar getur maður keypt það, þú veist, ef maður er bara í Bandaríkjunum og bara einhverju bara á Amazon Já, Amazon á heimasíðunum minni er Amazon en þetta er ekki við seljum þetta ekki neitt búð þetta er bara smávara er í rauninni bara þetta er stærsta búð í heimi það er náttúrulega bara Alibaba og Amazon þessar búðir þetta er náttúrulega bara þú þarft ekkert lengur að labba inn í einhverja búð og kaupa eitthvað í Bandaríkjunum og þú getur fengið það bara 3 tímum seinna bara eins og þetta þannig að Já, með dróna með þess að eða vélmenni sem labbar Er það? Já Vá Þannig að þetta er bara búið að vera ævintýri Já, gaman maður
En er þetta þá prófa svona þetta. aðalvinna þín vantarlega? Já, sérst, Eða vinnan þín? þetta er náttúrulega bara vinna mín. Ég næ að vinna í þessu á mótnana oftast nær og til kannski 1, 2, 3 á daginn eitthvað svona en svo koma inn á milli þá einhver móttökur og boð og eitthvað svona og þannig að ég er svona ég er í fullri vinnu í þessu og svo er ég í svona 70% vinnu sem eiginmaður forseta og þá er ég bara í að taka þátt í með henni og hún náttúrulega gerir langmest en svo tekið þátt í hinn og þessu og allt sem er á kvöldin boð, sýningar tónleikar, allt þetta Er eitthvað stórt framöndan hjá forsetanum núna? Og ykkur ferðalag? Eða einhver leiðtogi að koma til Íslands sem þið þurfa að preppa eitthvað svona eða eitthvað svona stór event? Nei, það er ekkert nema bara eitthvað sem hún er búin að vera undirbúin í svolítinn tíma sem að verður hérna í 10.11. október sig þá eru 40 ár síðan að Reagan og Gorbachev hittust í Höfða og þessi svona byrjunin á endanum á kaldastríðinni það verður hún er að búa til svona samtals viðburð sem verður þá og það verður mjög stórt það kallast heimahöfn og það verður bara það verður ævintýralega stórt sko. Er myndin komin út? Hvað mynd? Í þetta mál? Ég bara eða kemur pottet í haust tengslu við þetta? Hlakka til að sjá hvað leikur Vigdísi Já, heyrðu, það getur maður ekki bara séð eftir IMDb? Okkur finnst mér þessi mynd sé komin út er ekki Jeff Daniels Jú, Jeff Daniels er að leika leikur Bandaríkjaforseta Já, ok og hún var tekin upp bara hérna á Íslandi og bara inn í ég held bara inn í Höfða, húsinu sko allavega exteriorið var notað og svona mjög áhugavert sko en upcoming, maður sjá, ég verð að finna þetta skrifaði bara þetta er rosa gott podcast hérna að leita einhverju jú, allir það heiti ekki The Brink of War er ekki komin út en á að koma út bara í haust síðust mér, ágúst það verður gaman þá verður tengslu með þetta fekk hérna, ég sá Jökull í Kali og gaf Höllu lópapeysuna sem var prjónuð á Jökull fyrir tónleikana já, ponchóin hann er það sagt eða var þetta bara svona er það sagt? Hann er allavega á Bersastöðu ég held kannski að þetta væri bara svona fyrir kamerunum eitthvað og svo tók hann aftur ponchóið af henni hvað með hana? Nei, en ég held að hún hefði samt svona verið svolítið feimin að taka við þessu og sagt bara ok, við hefum þetta þá saman þetta verður bara geimt á Bersastöðum og svo hefur þú notað þetta aftur og þá en þetta er svo áhugavert að það er mikil umræð á netinu hver prjónaði, hvaða munstur og þetta er svo skemmtilegt. Það er búið að finna konuna sem prjónaði þetta og hérna en þið fórum bara úr svo gafin í þetta þið vissu ekkert af þessu það? Nei, við bara hún opnaði tónleikana og svo bara þetta var náttúrulega bara stórkostlegu dagur og fallegt veður og okkur langaði bara til þess að vera og þannig að við vorum bara þarna allan daginn og svo ákveðum að klára Kaleo og hérna svo þegar bara stórkostlegu dagur, stórkostlegu tónleikar og þau eru alveg frábær eða þeir svo fyrir við bara baksvið svo erum að fara og ætlum bara að þakka fyrir og kveðja og þá náttúrulega bara rífur hann af sér og kefur henni Varst þú ekkert svona pota, þetta er heldur flott hérna peysast út í Jökull varst ekkert svona undirbúið aðeins? Nei, ok Hann er mikill ponchó kallan Jökull Nei, mér er bara svolítið flott af honum að gefa henni með svona tákgrænt sko, að forsetinn fengi þetta ponchó sko. Hann er náttúrulega bara hann er einstakur og ótrúlegur og hérna bara áhugin sem hann hefur á að lyfta upp íslenskunni og tala fyrir henni og bara hvað hann er mikið fyrirmynd ég bara minnst það bara frábær, sko. Hann er geggjör, við kynntumst honum aðeins einasta sumar, þá vorum við að kynna vaglaskóar tónleikana og reknir og ekki bennir að kynna í Þingvöll nei en þá kynntist honum aðeins og það er rosalega orka frá honum og bandinu og alls það sem hann kemur fram þá er hann alltaf með einhvern fánan og einmitt litina og svo er þetta líka sko, ef maður hugsar út í hvað hann og líka bara til dæmis eins og Laufey er að gera eru flottir fulltrúar fyrir Ísland og eru alltaf að tala upp Ísland
eru með einmitt klæðast einhverju sem er frá Íslandi myndböndin sem að koma frá þeim þegar þeir eru verið að gera eitthvað, það er alltaf frá Íslandi. Akkurat. Það er verið að sýna bara hvað þetta er stórkostlegt land. Við erum með þeir eru svo ótrúlegir og fallegir fulltrúar fyrir Ísland. Sammála. Ég bara dáist að þeim sko. Algjörlega. Því að þau þurfa ekkert að gera þetta, þau gætu verið að gera eitthvað allt annað sko. Já. Ég veit það. Ég sá það eins og í James Corden hérna spjallættinum í hérna LA, þá var ég bara gestur þar og þeir voru óvænt líka þarna og hann lagði svona íslenska fánan yfir svona magnaran, svo hann væri í mynd þegar voru að spila. Það er vel gert sko. Það er eitthvað sem hann þurfti til dæmis ekki að gera. Nei. Þannig að það er bara gott sko. En þú hrósar honum vel eftir tónleikana. Mér finnst það bara frábær og þau öll sko. Og líka bara öll hinn sem að voru að spila þarna á undan þeim var Emiliana Torrini og hún bara var stórkostleg sko. Já, við eigum ótrúlega tónlistafólk sko. Það er líka gaman að þetta skulle hafa lukkast sko. Því að það var nú debatt þennan tónleikasta Þingvelli sko. Einhverjur á móti því vanvirðing og eitthvað svona. Já. En mér finnst það flott. Ég skil ekki akkur því að það er streymandi gegn 20.000 manna eða 100.000 manna á ári, ég veit ekki hver talan er og mjög stór hluti af þessu hérna er bara erlendi ferðamenn sem er að koma þarna og það að það sé verið að vanhelga þennan stað með tónleikum, þetta gekk ótrúlega vel, þetta var falleg stund, það var ofsalega mikil virðing borin fyrir staðnum. Ég meina ég held að það hafi verið fáar ef einhverjar riskingar en þú veist það er bara lífið en þetta bara gekk ótrúlega vel og ég vona bara að þetta verði jafnvel að árlegum viðburði og svo er náttúrulega svo heppið með veðrið. Það veðurvélinans Kobba sko. Í alvörunni. Hann kom ekki með hana. Nei. Spáin var þá góð. Spáin var svo góð og svo það var svona smá norðan vindur en sviðið tók það allt þannig að það var bara logn og blíða og gleði og hamingja þarna fyrir að horfa þessa tónleika sko. Áður en sleppið þá langar mér að spyrja þig ertu útilegukall? Ég var það. Ok, af því við erum að fara í útilegu í boði Víkuver. Þetta flögg. Líka bara bútur umræðu en því við erum engu vanir. Nei. Við erum aldrei gert það. Ég fór í eina pröfu útilegu núna bara fyrir 2 vikum. Gekk fínt sko. En eftir með eitthvað svona tips and tricks, eitthvað svona hvað maður getur gert, hvað maður að forðast, tjálta alltaf nált sundlaug svo krakkandi geta pissað eða munið eftir flugnanetunum eða eitthvað svona. Já, náttúrulega svo langt síðan við gerum þetta. Við byrjuðum á tjaldvagni, eða tjaldi náttúrulega og svo fórum við í tjaldvagn og svo fellihýsi. Þetta eru náttúrulega ykkur 15 ár síðan. Það sem við reyndum alltaf að gera var að við reyndum að gera þetta eins aðlaðandi og mögulegt var. Það er að segja, tókum alltaf dúk, almennileg diska og hnífapör, leirtau og allt svoleiðis, þetta getur það brotnað og allt svoleiðis en hérna bara gerðum þetta svona fallegt og við höfum alltaf, það náttúrulega tengist í bara sambandi með matinn. Ég vil alltaf hafa bara góðan mat og við byrjum virðingu fyrir því og ég svona man eftir því þegar sonur okkar hann fór í sem skiptinemi til Indiana og spilaði ameríska fótbolta. Já. Og við fórum hann einu svona þakkargjörðarhátíðinni til Bandaríkjanna og erum þarna með fjölskyldunni og ég sagði bara, heyrðu, ég skal sjá matinn. Og þetta er náttúrulega bara Thanksgiving eða þakkargjörðin, það er bara kalkútn og allt þetta og við erum svo þakklátt fyrir að þau tók hana að sér að ég segi bara, ég skal sjá þetta. Svo er ég bara að þræla hérna í eldhúsinu einhverja 5, 6, 7, 8 tíma bara með kalkún og eitthvað svona og svo er allt fullkomið og þá er bara teknum fram einhverju pappadiskar og ég segi bara nei. Við borðum á og þá, nei, þetta eru fíni pappadiskar til okkar og ég bara, þú veist mér finnst þetta skipta svo miklu máli að þetta sé svona elegans yfir sammála þessu að hérna, auðvitað er alltaf auðvelt það er alltaf að vera með pappadisk og henda því bara en ég bara að þetta sé ekki bara einhver afgreiðsla heldur þetta sé upplifunni og það er bara partur fyrir mig að fara í útilegu og það er bara einmitt að búið til svona fallega stundir eins og kringum mat og taka eitthvað smá tíma í að grilla og þetta kynnt upp í þetta er bara svo, þetta er svo skemmtilegt ef það er gott veður og þetta er bara stórkostlegt sko. Já, geggjað. Ég hef mestar áhyggjur bara af svona
Pissir í? Nei, bara svona einhverju svona næturbröldi sko. Einhverju svona, að því við erum með það ungböld sko. Minn yngsti svaf nú ágætlega sko. Já, kannski er ég bara að því að þú veist ég sko, ef þið eru ekki vanir þessu ekki neitt. Nei, þá er þetta bara krakkarnir eru að leika sér allan daginn svo bara rótastu kvöldið þetta er bara, það er ekkert mál Nei. Þannig að ekkert betra en íslenska sumanættur Það er svo rétt sko. Hvert hefur að fara? Spáin er góð fyrir Suðurland og svona Vík. Já. Við erum að spá í Þakil. Ég er ekki að fara á bílnum mínum þangað sko. Nú, það er búið. Hvert heldur þá að fara? Bara hver að gera eitthvað? Ég veit ekki, Vestmannaeyja eða eitthvað. Vestmannaeyja? Ég fara að æða til Vestmannaeyja til að tjalda. Mákur ekki? Bara, ég veit ekki. Bara ekki. Það er alltaf lagi. Og sér ekki að þetta byrja vel. Við getum ekki náttúrulega hvað við eigum að tjálta. Þetta er að fara saman. Já. Við erum að fara að taka podcast á tjálsvæðinu. Já. En ég meina því getur verið einhvers annars og komið svo bara og tekið podcastið og farið svo í sigur áttina. Eru þið alltaf saman? Nei. En þetta er vinnun okkar og við erum saman í henni. Þannig að við þurfum að sinna því. Við búum á sikkun staðnum og reynum að vera ekki mikið saman. Það er holdt. Herru Björn, það er indislegt að hafa fengið podcastið til okkar. Takk fyrir að koma. Þetta leið rætt og vel. Já. 3 tímar farnir bara. Gaman að koma til ykkar. Þetta er líka svo notalegt þetta. Já, takk fyrir. Við lögum mikla vinnu og ástóði í þetta, ekki við. Eddi vinnur okkar sem smíðaði þetta. Já, við erum samt búin að, við þurfum að setja forseta og jafnvel Björn líka á vegginn. Halla bað kærlega heils ykkur. Já, hún mátt skila sömu kveðið tilbaka. Og ég skal, þið bara sendið á mig hvenær þið viljið koma í pítsu. Já. Það er boltinn hjá þér. Einhvern tímann í sumar. Reynum það. Með alla krakkana 6. Jó. Herru, takk Björn. Takk fyrir. Er ekki með trampólín í garðinum? Nei. Nei, ok. Grænum það. Bye.